Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru ásamt fjármálastjóra á fjarfundi bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Hér er að hefjast 291. fundur bæjarstjórnar og líkt og síðustu fundir er haldinn í fjarfundi vegna COVID, vegna samkomubanns og COVID. Og leið og ég segi þennan fund settan, þá svo sem bara fer ég við þær forsendur að þráttur að hafa verið liðka á samkomubanni nú á þann 4. maí síðastliðinn, þá er ennþá tækjamyndaregla í gildi og bæjarstjórn þar af leiðandi enn í fjarfundi. Það verður svo skoðað með síðari fund bæjarstjórnar í þessum mánuði að bæjarstjórn verði þá fundi í sal. En það verður horft til hvaða takmarkanir eru þá uppi og jafnvel þá á öðrum stað þar sem meira sem stærri fundasalir eru. Það kemur í ljós þegar næsti fundur er sem er 28. maí næstkomandi að öllu óbreyttu. En eins og áður segir þá er þessi fundur líkt og verið hefur tekin upp núna og settur svo beint inn á netið þegar honum er lokið. Við erum ekki farnir að senda ennþá beint út í streymi en við höfum sett á jafnharðan inn. Hér á dagskrá í dag eru eftirtaldir fundaliðir. Það er ársreikningur Fjarðabyggðarstofnunar síðari umræða sem er hér fyrstur. Síðan fundargerðir bæjarráðs númer 660, 661 og 662 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar við 257 og 258 sömuleiðis tekin saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Fundargerð hafnarstjórnar með 241, íþrótta- og tómstundanefndar með 71 og 72 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Barnaverndarnefndar númer 114 og síðan eru hér tveir liðir sem er almenn mál sem er annars vegar viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2020 sem kemur frá bæjarráði, viðauki 2 vegna fjárhagsáætlunar þess árs sem er vegna framlaga til hjúkrunarheimila, fasteignakaupa og snjómoksturs og síðan er hér tillaga framkvæmdasviðs númer 12 fasteignir sem sett að vera á sölulista en það eru eignir á Breiðdalsvík ásamt Áhaldhúsum á Norðfirði og Reyðarfirði. Eins og með þekkja þá er bæjarstjórn bætir hún inn á sölulista eða staðfestir það sem fer inn á sölulista sveitarfélagsins. Ég ætla í upphafi að leita afbrigða samt frá dagskrá og þessari kynntu dagskrá og hef rætt við bæjarfulltrúa að fá að taka hér inn jafnframt fundargerð framkvæmdar á hjúkrunarheimilinu númer 17 frá 22. apríl og félagsmálanefndar númer 133 frá 5. maí. Og þessi liðir verða þá númer 10 og 11, framkvæmdaráð númer 10 og félagsmálanefnd númer 11 á þessum fundi. Þarna erum að ræða fundir þar sem var verið að taka fyrir ársreikning hjúkrunarheimila og við teljum eðlilegt að þær fundargerðir séu staðfesta hér líka í tengslum við síðari umræðu, þegar hér er fundur með síðari umræðu og jafnframt viðauka tengist þeim. Og bæjarfulltrúar enginn hreyfir því andmæli þannig að þær eru þá teknar hér inn jafnframt til umræðu og atkvæðagreiðslu. Og þá hefum við hér dagskrá fundar og það er fyrst og ég bið bæjarfulltrúa að venju að óska eftir því ef þið vilja biðja orðið að senda mér hér á spjallinu sem er í þessu forriti. Óskum það, en það er fyrst ársreikningur Fjarðabyggðarstofnunar. Þetta er síðari umræða ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana hans fyrir árið 2019, stofnana sveitarfélagsins. Milli umræðna hefur ársreikningur ekki tekið breytingum að því undanskildu þó að í skýringu 23 í ársreikningi var gerð grein fyrir fyrirvörum sem voru ennþá á tengslum við sölu rafveitu Reyðarfjarðar, það er að segja söluhluta hennar sem var vegna þess að það þurfti að fá umfjöllun Samkeppniseftirlitsins, samruna rafveitu Reyðarfjarðar við Orkusöluna og Rarik. Það erindi kom í dag þar sem Samkeppniseftirlitið heimilar þann samruna og telur ekki ástæðu fyrir stofnunina að hafast frekar og því gerðu endurskoðendur þær breytingar á þessum lið 23 að fyrirvörum hefði verið aflétt. Þannig að það er komið inn í fundargátt bæjarfulltrúa og er þar eins og menn þekkja er það nýjasta skjalið. Nú lenti ég í þeirri raun að
kerfið datt aðeins niður hjá mér, en það eina breyting sem orðið á ársreikningi milli umræðna. Öðru leyti hann bara eftir yfirferð aftur hjá endurskoðendum ekki ástæða til neinna annarra breytinga. Orðið laust ársreikning fjarðarbæjar við síðar umræðu. Enginn kveður sér hljóðs, þá ætla ég að biðja bæjarfulltrúa, og nú treysti ég bara að sjá þá í mynd, að rétta upp hönd þeir sem staðfesta samþykkja ársreikning Fjarðabyggðar. Hann samþykktur með 9 atkvæðum. Dýrur, þú hefur lent í því að deila skjániðinum í kerfinu, þannig að ég held að það sé rétt á bakkir út svona. Þetta aðeins hleypur á hér í tæknideildinni. Þá erum við komin í næstu liði fundarins sem eru fundargerðir bæjarráðs númer 660, 61 og 62. Orðið laust þær og Eydís Ásbjörnsdóttir hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Eydís. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara yfir nokkra liði í fundargerðum, í þessum 3 fundargerðum bæjarráðs sem liggja fyrir. Og það fyrst í fundargerð 660, liður 4. Það var samþykkt að framlengja verkefni starfshóps sem að fjalla komið með tillögur að stækkun leikskólans í Dalborg og Eskifirði og þar verið að vinna núna meðal annars ítarlegri þarfagreiningu sem að hugmyndum á hönnun og kostnaðargreiningu og hópurinn á að vera búinn að skila af sér 30. júní næstkomandi samkvæmt erindisbréfi. Fundargerð 661, þá liður 7, þá kom erindi bréf fyrir hönd Millifóta Confects EHF vegna Eistnaflugs 2020, en þar sem þeir aðilar sem standa þeirri hátíð eins og fleirum hátíðum hafa mikil óvissa vegna COVID, þar sem þeir óskuðu eftir að fá svar eða sveitarfélagið myndi hvort að vildi staðfesta það hvort að ætti að halda hátíðinni í óbreyttri mynd eða fresta henni. Bæjarráð fól með þá bæjarritara ásamt mér sem formanni menningar og nýsköpunarnefndar að ræða við bréfritara hátíðarhöldin og taka þá tillit til þeirra ráðlegginga og fyrirmæla sem sóttvarnalæknir og aðgerðastjórn hefur gefið. Jafnframt fól bæjarritara að ræða við þá aðila sem sjá framkvæmd hátíðarhalda á sjómannadaginn sem og 17. júní sem við höfum haldið utanum. En þetta bara mikil óvissa hvað verður. Við vitum ekki hvernig næstu vikur og mánuðir verða en bæjarritara sem sagt falið að ræða við þessa aðila alla. Það liður 9 sem fundargerð þá var vísað frá framkvæmdaráði hjúkrunarheimila, rekstrarlegri stöðu hjúkrunarheimilanna miðað við tillit til stöðu þeirra í dag og niðurstöðu rekstrar 2019 og þar sem bæjarráð samþykkti að veita 32 milljónir til rekstursins og fól fjármálastjóra að gera viðaukast sem að vera tekið fyrir hér á eftir. En einnig var bókað í bæjarráði eftirfarandi með leyfi forseta að bæjarráð getur ekki unnið við rekstrarvandi hjúkrunarheimilina lendi á rekstri sveitarfélagsins og ítrekar fyrir samþykktir sínar að ríkið axli ábyrgð sína á rekstri þeirra. Þá minnir bæjarráð á ósamræmi það sem ríkjandi þar sem rekstur hjúkrunarheimilina í nágrannasveitarfélögunum fjármagnaður beint af ríkisframlögum. Fundir sem haldnir hafa verið með ráðherra, heilbrigðisráðherra og þingmönnum hafa ennþá engan árangri skilað sem óviðunandi. Í framhaldi af þessari bókun bæjarráðs
þá legg ég hérna fram bókun fyrir hönd bæjarstjórnar. En bæjarstjórn skorar á þau sveitarfélög sem í sömu aðstöðu við rekstur hjúkrunarheimila og Fjarðabyggð að taka höndum saman til að leiðrétta fjárhagslegar forsendur á rekstri hjúkrunarheimila á jafnréttisgrundvelli og að ríkisvaldið axli sína ábyrgð. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að setja sig í samband við önnur sveitarfélög vegna málsins. Liður 11 í sömu fundargerð að það var lagt fram minnisblað fjármálastjóra hugmyndir að aðgerðum vegna sumarstarfa og sumarverkefna. Bæjarráð fól sviðsstjórum að vinna áfram að aðgerðum og auglýst verði þau störf sem lögð eru til í þessu minnisblaði og jafnframt fjármálastjóra falið að sækja styrki til starfana sem að bera átak ríkisins vegna viðspyrnu vegna efnahagslegra áhrifa COVID-19 og staða átaksins verður svo lögð fyrir bæjarráð á nýju þegar endanleg niðurstaða liggur fyrir. Lið 12, það ánægjulegt að Blagdeild Þróttar, úrvalsdeild fengu urðu deildarmeistarar í úrvalsdeild karla í blaki og við sendum þeim innilegar hamingjuóskir með titilinn og jafnframt styrkja deildina 200.000. Þá erum við komin í fundargerð 662, liður 1, sviðsstjóri fjölskyldusviðs Laufey Þórðardóttir og stjórnandi barnaverndar Óskar Sturluson kom inn á fund og fóru yfir starfsemi fjölskyldusvið sem er mjög víðfeðmt og stórt svið eins og við vitum. En það var mjög gott að fá þau inn á fund bæjarráðs og fara yfir þessi mál. Liður 2, það var lögð fram samantekt fjármálastjóra á hugmyndum breytingu á álagningu vatnsgjalds í Fjarðabyggð. Þetta var rætt í vinnu við fjárhagsáætlun í fyrra eins og þið munið og þá var ákveðið að skoða útfærslur við vinnu við fjárhagsáætlun 2021 og nú liggur það fyrir og bæjarráð vísaði samantekt fjármálastjóra til vinnslu við fjárhagsáætlun sem núna að fara í gang og verði þessar útfærslur skoðaðar nánar þar. Liður 4. Það var lagt fram minnisblað stöðu vinnslu á moltu í framhaldi af beiðni bæjarráðs og þá bæjarráð bókaði á þeim fundi að til fulla ástæðu að skoða framtíð jarðgerðar í sveitarfélaginu og fór það framkvæmdasvið að skoða málið áfram í tengslum við endurskoðun sorpir í Fjarðabyggð og erindinu var vísað þá í framhaldinu til eignaskipunar- og umhverfisnefndar og bæjarstjóra. Jafnframt leggur meirihlutinn fram eftirfarandi bókun undir þessum lið. Bæjarfulltrúar Framsóknarflokks og Fjarðalista vilja ítreka vegna minnisblaðs moltugerð í sveitarfélaginu að nauðsynlegt að taka sorpmál sveitarfélagsins til heildstæðrar skoðunar nú enda samningar þá starfsemi renna út í lok árs. Mikilvægt að vinna áfram á þeirri braut að lágmarka alla urðun og sorpi til framtíðar og það skiptir í jarðgerð miklu máli. Engu að síður hafa íbúar Reyðarfjarðar gert athugasemdir við núverandi staðsetningu jarðgerðar vegna lyktar sem komið hefur frá henni og þarf að skoða það sérstaklega í þeirri vinnu sem ljúka þar sem fyrst. Á sama fundi liður 7 hafa samráðsfundir og viðbrögð vegna kórónu hafa lagt fram minnisblað áhrif breytinga takmarka sóttvarnalæknis frá og með 4. maí á starfsemi bæjarskrifstofu og nefndar störf og við erum einmitt með þennan fund núna í fjarfundi og verið að skoða það þá að verði hægt að fara að færa bæjarstjórnarfundi þá er það í þannig húsnæði mitt stærra húsnæði þannig að við kæmumst öll við þar fyrir með því að fara eftir öllum settum reglum. Ragnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri hjúkrunarheimilina kom inn á fundinn og fór yfir þjónustu og starfsemi hjúkrunarheimilina í faraldrinum og
Það er gríðarlega mikið starf sem er búið að vinna þar og álag þar bæði á íbúum og starfsmönnum og aðstandendum sjálfsögðu líka. Sviðsstjóri framkvæmdasviðs Marino Stefánsson kom einnig líka að ræða framkvæmdir og viðbrögð sveitarfélagsins vegna efnahagslegra áhrifa og þar er bara í vinnslu ennþá við að skoða framkvæmdir við viðspyrnuna og sérstaklega þá kom hann undir tengslum við A-liðinn þar og það er vonandi fyrir að koma sem allra fyrst inn til okkar. Það er niðurstöður. Jafnframt bókaði bæjarráð eftirfarandi að bæjarfulltrúar hafa á síðustu dögum verið að fá ýmsar fyrirspurnir varðandi ástand og fjölda leiksvæða í Fjarðabyggð. Fyrir liggur að gerð var áætlun fyrir leiksvæði í Fjarðabyggð sem hægt er að nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins sem vinna á eftir. Í fjárhagsáætlun núverandi árs var tekið frá fjármagn til að fara í hluta af þeirri uppbyggingu og einnig þarf að fara í viðhald á leikvöllum og verður það gert nú í sumarbyrjun. Þá er einnig verið að fara yfir hugsanlega flýtingu á framkvæmdum í tengslum við viðspyrnu vegna COVID-19 faraldursins og eru leikvöllir hluti af því. En bæjarráð leggur áherslu á framkvæmdasvið sveitarfélagsins að það sem fyrst verður farið í uppbyggingu á leiksvæðum sem ákveðið hefur verið ásamt viðhaldi nú í vor. Og ég veit alveg það er verið að fylgjast og það verður farið í það en það hefur bara verið þá frost í jörðu þannig að það er bara ekki verið hægt að komast í það fyrr. Takk fyrir bili. Takk fyrir Eydís. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs og skal fá að taka aðeins til máls lið 3.6 í fundargerð sem snertir sundlaugina á Reyðarfirði. Bara til þess að fara yfir að bæjarráð fól á þessum fundi sínum sveitarfélaga til þess að fara yfir stöðu sundlaugar skólasunds 9 núna út frá þeirri vinnu sem er á sér stað náttúrulega. Starfshópur nýtt íþróttahús er að störfum, hefur haldið 2 fundi og mannviti nú að vinna fyrir okkur þar frekari gögn, mælingar og fleira sem við þurfum í tengslum við staðsetningu hús á skólalóðinu upp á áframhaldið, þannig að áður en það kemur því að starfshópnum er ætlað að skila inn til bæjarráðs sínum tillögum að stöðu og þá stærð hús og fleira til þess að bæjarráð geti fjallað málið og svo bæjarstjórn að sjálfsögðu fram og við stefnum á því núna í maí. Svona ef allt gengur vel, ég átti fund með mannviti í gær hvernig gengi og þeir eru að vonast til að geta lokið svona ýmsu af því sem þeir þurfa að klára í mælingum á sniðum og fleira þarna í jarðvegi og skila vonandi í næstu viku, lok næstu viku og þá mun starfshópurinn koma saman nýju og ef allt svona gengur vel eftir þá verður svona vonandi fyrir lok maí verður starfshópurinn komin á þann stað að hann geti farið að skila af sér gögnum frekar til bæjarráðs. En leið þarf þetta að skoða þá leið málefni sundlaugarinnar þá út frá því og framkvæmdasvið er að skera það núna sem kemur þá inn til bæjarráðs og svo til viðkomandi fagnefnda í áframhaldinu. Þannig að fara að skoða þá hvort það séu aðrir hvaða kostir þá undir miðað við það og vonandi gengur það nú bara hratt. Það var bæjarstjórn bókað að það er gert núna í vorbyrjun og því ákvað bæjarráð að setja það í gang. Þrátt fyrir kannski engin bein umræða átt sér stað á íbúafund það að þá er það samt að við myndum vinna það áfram í tengslum við eða í áframhaldi að bókum bæjarstjórnar sem var hér fyrr í vetur. Þetta er nú svo kannski svona það helsta sem ég vildi koma inn á núna. Það hefur nú bara svo sem taka fram að það gengi vel og verið góð vinna og samstæð í starfshópnum. Það sem ég sitja náttúrulega bæði formenn nefnda hjá okkur og eins fulltrúi íbúasamtök og íþróttafélagsins Vals og verið bara svona markmið okkar að vinna þetta hratt og eins og ætlast það til af okkur til þess að skila því hér inn til frekari þá skoðunar og umræðu hér inn í bæjarráði og bæjarstjórn og þá viðkomandi fagnefndum einnig. En svo sem fleira ekki nema ég vil svo sem bara vona að það verður fróðlegt að sjá þess að komið fram á hann í máli Eydísar þau störf sem við nú auglýsum sumarstörf. Við erum að auglýsa nú tiltölulega mikinn þetta er kannski ljósið þeirra stöðu sem við svona virðist vera hilli að það geti orðið vöntun á atvinnu
meðal námsfólks og bara almennt að þá sveitarfélagið einmitt að bregðast við því og við erum auglýsa mjög svona breiðan, ekki segja breiðan hópa störfum eða möguleika á störfum hjá okkur sem á svo eftir að koma í ljós hversu mikið verður sótt og hversu margir sækjum en það ættu svo vonandi flestir að finna þar eitthvað. Þetta á fleiri en einu sviði, þetta ekki bara inn í þjónustumiðstöðvum, þetta hjá Hafnarsjóði og þetta inn í söfnum og fleiri stöðum, þannig að það verður mjög áhugavert að sjá svona núna kannski áttum okkur líka að sjá hversu þörfin mikil núna þegar að umsóknarfresturinn verður liðinn. En þetta mjög mikilvægt samt í þessu að hérna og við höfum rætt það mjög við sviðsstjóra sviðana að það sé líka mjög skýrt hvað á að fara í sumar á þessum sviðum. Það þurfa bæði verkefni og verkstýring þarf að vera mjög góð ef við fáum tiltölulega stóran hópa fólki til vinnu til þess að það líka skila okkar samfélagi sem mestu. Þannig að þetta fer að skýrast núna. En það var ekki fleira, orðið laust, engin kveð þessu hljóðs, þá ætla ég að bera þessar 3 fundargerðir ásamt bókunum 2 sem eru komnar, veit ég slags upp og eru komnar til bæritara. Upp til samþykktar, eða bókan ekki til samþykktar, það eru bara laðað fram, en fundargerðin til samþykktar, þessi það er samþykkjafinn skeiðamerki, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerðir eigna skipulags- og umhverfisnefndar númer 257 og 258. Orðið laust þær, vill einhver hljóðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber þar eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin næst hér í fundargerð Hafnarstjórnar númer 241. Orðið laust hana. Aðeins að fá bara kveða með hljóðs undir lið þar, lið 74 sem Mjóarhöfn, fylling annar áfangi. Bara svo sem fagna því að við erum að fara núna í þennan áfanga að hefja áframhaldi uppfyllingu við Mjóarhöfn. Eins og þið þekki þá er orðið mikil, þá allavega það bæði komin og verður ekki síst minni þörfin í framtíðina á stækkun og þeim hafnarkant sem þar eru vegna stækkunar skipa og meiri umfangs á flutningum og fleira. Og við samþykktum að ganga til samninga við Björgun á grundvelli tilboðs og sem mun hefjast núna sú upptæling í maí og við erum með efnistöku svæði á Eyri í Reyðarfirði og eins við Ljósá. Svæði sem við erum búin að fara með gegnum ferlið okkar og hérna höfum bara svo vantað að fá verktaka til en þetta hefst núna og það verður gengur vonandi sem best þessi uppdæling og hérna við getum unnið þarna í þessari stækkun sem orðin mjög brýn á Mjóari og verður brýnni til frambúðar. Það var svona jafnframt þannig að það var þarna þetta sem ég vildi koma þess vekja athygli á, en orðið laust og fundargerð Hafnarstjórnar. Engin kveðs hljóðs, ég ber eftir samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það fundargerð íþrótt- og tómstundanefndar númer 72 og 70 og 71 og 72. Orðið laust þær, engin kveðs hljóðs, ég ætla að bera eftir samþykktar, þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liður sem verður þá liður 10 hjá mér sem framkvæmdarráð hjúkrunarheimila númer 17. Ragnar Sigurðsson hefur óskað eftir því að hefur vakið athygli á því vegna starfa sinna að hann víkja fundi undir lið 10 og lið 11 sem fundargerð félagsmálanefndar jafnframt. Þannig að hann farinn að fundi á meðan og ég opna þá orðið laust fundargerð framkvæmdarráðs hjúkrunarheimila númer 17. Engin kveðs hljóðs, ég ber eftir samþykktar og hún samþykkt með 8 atkvæðum. Og þá það fundargerð félagsmálanefndar númer 133 frá 5. maí. Orðið laust hana. Engin kveðs hljóðs. Ég ber eftir samþykktar og hún samþykkt með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson taka sæti á fundi að 9. Og þá það næst fundargerð barnaverndarnefndar númer 114 frá 16. apríl síðastliðnum, orðið laust hana. Engin kveðs hljóðs, ég ber eftir samþykktar og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við
gott fólk, komin í liðin almenn mál. Þar fyrsti liður viðauki 2 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2020, en þessi viðauki hér kemur frá, svo menn þekkja, frá síðastliðnu bæjarráðs. Hann tekur til 3 þátta. Það annars vegar, og Ragnar Sigurðsson hefur jafnframt óskað því að taka ekki þátt í umræðu afgreiðslu viðauka, fyrirgefðu Ragnar, ég kalla þessu fljótt inn, af því að það viðauki tengist að hluta til hjúkrunarheimilum hans rekstri. En það þannig að fundi félagsmálanefnd óskaði í framhaldi af fundi sínum við bæjarráð og bæjarstjórn að það það sem hallarekstur hefur verið á hjúkrunarheimilunum þrátt fyrir mikið umhald og ýmsa þætti sem hafa verið rýndir, að óska eftir því að það lagt til alltaf 32 milljónir á þessu ári vegna nýrra kjarasamninga, sem eins og þekkja ekki leiðrétt fyrir, sem mjög sérstakt á hverju ári, að þegar kjarasamningar taka gildi þá ekki leiðrétt í greiðslum, daggjöldum, fyrir á næsta ári, COVID-19 ásatsins og síðan hallarreksturs, þá duga þessi daggjöld sjúkratrygginga engan veginn fyrir ekstra kostnaðinum. Þannig að málaflokkur félagsþjónusta hækkar sem nemur 32 milljónum. 10 milljónir fara til reksturs Hulduhlíðar og 22 milljónir til reksturs Uppsala. Síðan var jafnframt samþykkt í 7. febrúar síðastliðinn að kaupa fasteigna Strandgötu 98B á Eskifirði með framtíðarskipulag í huga á því svæði. Og jafnframt hefur, eins og allir þekkja, snjómoksturinn ekki verið minni á þessu ári, heldur en á síðast ári, heldur meiri. Þannig að kostnaður í apríl var orðinn við snjómoksturinn 20 milljónir króna umfram fjárhagsáætlun. Þannig að það lagt til að framlög til snjómoks verði hækkuð 35 milljónir króna á þessu ári. Þannig að eftir standi 15 milljónir til þess að moka síðar árinu. Skulum vona að það verður ekki fyrir í desember í fyrsta lagi og vonandi bara ekki fyrir eftir áramót. En allavega það sé búið í vor og byrji mjög seint í haust. En þetta gerir það verkum, þessi viðauki, að rekstrarútgjöldin A-hluta hækka 71,5 milljón og eigið fé aðalsjóðs og samstæðan í heild breytist í samræmis. Þannig að sjóðsstaðan sem var áætluð með fyrri breytingum í lok árs 2020 700 milljónir króna verði áætluð 629 milljónir króna þá í lok þess árs. En við sjá svo nánari sundurliðun á viðaukanum. En orðið lausnum á viðauka. Enginn greiðslu sé berin eftir samþykktar. Hann samþykktur með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson taka sæti 9, því hann óskaði eftir að fá að víkja við afgreiðslu á umræðu viðauka vegna sína starfa. Þá komin lið 12 sem tillaga sölu íbúða í eigu Fjarðabyggðar. Eins og við sjá þá er bætt inn á lista, sölulisti í Fjarðabyggðar sem Eignaskipunar- og umhverfisnefnd hefur var lagður fyrir fund þar. Þar var ákveðið óskað eftir því og nefndin samþykkt að bæta inn eignum sem við erum með á Breiðdalsvík inn á sölulista. Það verður þá á sölulista Fjarðabyggðar og jafnframt var bætt inn áhaldahúsunum á Reyðarfirði og Norðfirði. Og nefndin var svo áður sagði búin að samþykkja tillögu framkvæmdasviðs þetta og vísar hér listanum inn til umræðu og atkvæðagreiðslu því að bæjarstjórn þarf svo að staðfesta sölulista hverju sinni sem verður bara síbreytið plagg. Vill einhver kveða sér hljóðs þessa? Svo virðist ekki vera, þá ber ég sölulistan upp til atkvæða og það samþykkt með 9 atkvæðum og þá dagskrá funda bæjarstjórnar í dag tæmd. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og bið þá að sitja áfram eftir að slökkt verður upptöku til þess að fara yfir fundargerð. Eins og áður segir þá næsti fundur bæjarstjórnar, hann færist til vegna uppstyttingardags um einn dag í þessum einn fimmtudag, verður ekki 3. fimmtudag heldur þann 4. sem þá 28. maí. Svona samkvæmt öllu svona sem við leggjum upp með núna, þá verður líklega sá fundur í sal, ekki í fjarfundi, öllu óbreyttu. Verði 2 metra reglan þá við gildi eða óskipæði fyrir því, þá erum að horfa til þess að vera þá í stærri fundarsal, þar sem við getum haldið það uppi, við munum þá taka hann upp þar og jafnframt og senda út eins og verið hefur. En það svona stefnan eins og en það kemur í ljós og ef einhver
bakslag hefur orðið eitthvað slíkt, þá munum við bara halda áfram fjarfundi. En ég segi þá fundi slitið hér í dag.